Fiðrildamódelið er góð leið til að útskýra hvernig hringrásarhagkerfið virkar. Miðja myndarinnar táknar hið hefðbundna línulega módel þar sem auðlindir eru nýttar til að framleiða vöru, hún flutt, seld og að lokum fargað, oftar en ekki á ruslahaugana. Hringrásarhagkerfið leitast við því að bjarga hráefni frá því að verða úrgangur á haugunum og halda því lengur inni í virðiskeðjunni. Módelið skiptist í tvennt, lífrænan hluta og ólífrænan hluta. Í lífræna hringnum eiga heima lífræn hráefni, til dæmis matur og náttúruleg fataefni eins og bómull og silki. Auðveldara er að endurheimta þessi næringarefni því lífræn hráefni brotna niður náttúrulega. Í hringrásarhagkerfinu er hins vegar leitast eftir því að halda sem lengst orkunni sem fer í að vinna hráefnið inni í kerfinu. Sem dæmi má nefna að hægt er að gera lífrænt eldsneyti úr matarafgöngum. Það hráefni sem ekki er hægt að nota þannig er hægt að endurnýja aftur í náttúrunni með því að nota það sem áburð fyrir til dæmis landbúnað. Ólífræni hlutinn felst í því að viðhalda heilindum og hæstu nýtni hráefnanna sem nýtt eru. Endurvinnsla er það hluti af kerfinu en ætti í raun að vera síðasti valkosturinn. Með endurvinnslu er töpuð vinnan og orkan sem fer í að skapa upphaflegu vöruna og eingöngu hráefnið nýtist. Betra væri að endurframleiða vöruna en þá er hún uppfærð eða gerðar endurbætur á henni þannig að hún jafnast á við nýja vöru. Nú þegar eru vörur endurnýttar þegar verslað er til að mynda í góða hirðinum eða loppubúðum. Þannig sparast talsverð orka sem færi annars í framleiðslu og flutning á nýjum vörum. Að lokum er nauðsynlegt að hægt sé að gera við vöruna og þannig viðhalda nýtni vörunar með auðveldu viðhaldi.